Guðrún Eva Mínervudóttir, Allt með kossi vekur, þetta líka svona skáldsaga sem langt frá einföldir róðinu, en hún fjallar í grunninn fjórar persónur sem allar einhvern veginn rata í ógöngur, en þetta mjög flókin, margræður skáldskapur og það sem mér finnst mjög skemmtilegt í þessu að það sett upp sögusvið og það skapar svona ákveðna firða, það er Kötlugos sem hefur orðið árið 2001 og hefur lagt öskuhjúp yfir landið á árunum 2001 til 2003, en svo sagan samtími sögunar þegar sem hún sögð síðan talsveit síðar í framtíðinni. Já, aftur það ung sál sem í rauninni það aflið sem keyrir söguna áfram. Það sem sagt ungur maður sem komin í hjónaband og á börn sem að rifja upp örlög fólks aðalega móður sinnar og stjúpa, en það tengist síðan þá ertu komin inn í þennan kvartett sem eru tvenn hjón. Já. Og þá þetta svona smá eins og kammerverk inn í þessu. Já, og síðan aftur verður ein persónan með langa draumakafla sem að verða alltaf gildar og gildar eftir því sem að álíður í verkinu. Og ein persóna sturlast, mér finnst það mjög sterkar, rosa sterkar og magnaða lýsingar á því. Og það fyrir einhvers konar undarleg áhrif kossins sem maður verður að lesa sem einhvers konar tákn í rauninni, en þetta í grunninn þá þetta frekar svartsýnt verk og grimmt að mörgu leyti. Hjá þessari stúlku, ungu skáldkonu sem mann finnst alltaf að vera svo ung og satt þunguð í settinu hjá mér daginn og þegar það var sýnt, hún eignaðist barnið nákvæmlega þeirri stundu sem viðtalið var sýnt, það var svolítið skemmtilegt. Nei, hún mjög góð í að lýsa samskiptaleysi milli fólks. Þessar aðalpersónur, þar einhvern veginn þeir eru svo mikið einar og það eru að reyna einhver samskipti sem að mislykkast og fara mjög illa. Og stýrast mjög mikið náttúrulega eigingirni. Já, akkurat. Það eru mjög sterkar persónur í þessu sem eru, en sumar af þeim mjög frekar og skaðlegar í rauninni. Eins og móðurinn, já. En vel skrifað, ég hefði viljað sjá ögn meiri kraft í stílnum. En fín bók. Hún bætir síðan inn í þetta teiknimyndasögum sem að koma á tveimur pörtum. Ég fannst hluti eiginlega að vera veikastur og það er náttúrulega skemmtileg tilraun. Já, það tilraun, en teiknimyndasögunar af því að þær eru í rauninni höfundarverk einnar persónunar í verkinu, það stóðu þær ekki alveg undir nafni. Nei, það er ekki alveg. Þú ert sammála því? Ég er sammála því nefnilega, já. En svona þetta ferðalega inn í myrkrið sem þarna í lok bókarinnar, það er skelfilegt alveg. Það er mjög magnað. Og hvernig einhvern veginn persónurnar svona rakna upp, ég meina þetta hún er flinkur höfundur. Já, og hugmyndarík. Já, mjög hugmyndarík.